Já, góðan dag og gott að fá ykkur hérna í þáttinn að góður áhorfendur. Í dag ætlum við að ræða málefni drengja og menntakerfið og það hefur verið töluverð umræða undanfarnu og kannski undanfarin ár stöðu drengja í íslenska menntakerfinu og hún hefur verið dregin svona nokkuð dökk mynd af þessari stöðu drengja í íslenska menntakerfinu og viðmælendur mínir í dag eru þeir Hermundur Sigmundsson, prófessor í lífeðlislegri sálfræði við HR og Háskólann í Þrándheimi í Noregi og Tryggvi Hjaltason, formar hugverkaráðs og strategist hjá CCP og verið velkomnir í þáttinn. Hermundur, þú hefur lengi stundað rannsóknir á þessari stöðu sem við erum að ræða hér, sem snýr að stöðu drengja í íslenska menntakerfinu. Geturðu sagt okkur frá þessu rannsóknum og þessu mikla áhuga sem þú hefur sinnt þessu málaflokki langt árabil og hvernig bara þín aðkoma að þessu og kannski aðeins með bakgrunn þinn í þessu vísindalegu störfum? Já, það var þannig að ég er búinn að vera að starfa í þessum akademiska umhverfi í 28 ár og byrjaði þess að tók doktorsnám á sviði lífeðlisfræðilega ástæðna fyrir þroska og þróun á námi og byrjaði þá að hafa mikinn áhuga á, ég byrjaði með að skoða hreyfiþroska barna og sá þá að þar voru drengir oftast í meirihluta þeir sem höfðu hreyfiþroska vandamála. Út frá því fór ég að skoða hreyfiþroska mál tengdust oft lesblindu og ég sá að ég hefði 10 með hreyfiþroska vandamál og þá aðalega drengi, þá voru 5 af þeim með mikil lestrarvandamál. Þannig að þá fór ég að skoða meira bæði þessar mögulegar ástæður fyrir því sem tengja skynjun, við erum að tala sjónskynið sem við vorum að rannsaka mörg ár og svo fór ég út í þetta með skoða nám, hvernig við lærum og hefur síðan 98 verið að skoða mikið þessi almennu prinsip fyrir námi, sama hvaða færni eða þekking við ætlum að bæta, þá ég verið að vinna með það og fókusur á það hvernig við lærum og hvaða þættir gera það verkum að þú ert að bæta, að þróa færni eða þróa kunnáttu og þetta sviðilega kallast í dag svona neuroscience and education eða taugafræði og menntun sem að verða stærri og stærri nú á alþjóðlegum vettvangi og það var í 2004 sem að ég sá stóra rannsókn í Þrándheimi, þar sem var skoðað 3. bekkur, þetta er Þrándheimi ca. 200 manna bær, þar sem að í 3. bekk að drengirnir voru eftir á öllu sviðu lestrar miðað við með stúlkur. Og þá fór ég að spá þetta er svolítið merkið því að það á ekki að vera neitt mismunur í lestrarfærni eða möguleikum á að læra lestur hjá drengjum og stúlkum. Svona í útgangspunkti því að færni og það að læra þetta er spurningum að þjálfun og spurningum eftirfylgni og athygli. Og sem sagt þetta fylgja barninu eftir og þá fór ég síðustu 16 árin ég búinn að vera að kynna mér rannsóknir og sem sagt í kringum lestrarkennslu byrjenda. Og þess að það hefur verið að vinna með mörgum framúrskarandi vísindamönnum á því sviði. Þannig að þó ég gat ekki sætt mig við þessa stöðu og sérstaklega þetta að við sjáum á Íslandi þar sem þetta stöðu farið hrakandi. Sem sagt staða drengja í þá, við erum að mæla lesskilning í PISA rannsókninni, 15 ára börnum og hún hefur farið stöðu hrakandi frá 2000. Og þetta er bara hlutur sem maður getur ekki sætt sig við sem svo vísindamaður. Maður sér, Hermundur, að þú ert mjög afkastamikill í þessu og ég held að sé yfir 100 ritrýndagreinar sem þú birt í alþjóðatímaritum og gefa út bækur sem tengjast þessu málum. Þannig að þetta er greinilega búið mikil ástríða núna í töluverðan tíma. Þetta næri við 2 áratíðin. Já, algjörlega og eins og segja, ég kom með fyrstu svona viðtalið með birt á Íslandi, það var 2001. Þá ég að tala lestrarvandamál. Við hann Gunnar Hessvin sem þá var blaðamaður á Morgunblaðinu og 2002 erum við að tala það sem ég kalla núna kveikju neista. Það er að segja kveikja áhuga og skapa þessa möguleika á að eftirfylgni hjá einstaklingum sem að vilja bæta sig á vissum sviðum. Þannig að það hefur verið 18 ár ég er búinn að vera að vinna með þessa hluti. Förum dýpra í það eftir. Tryggvi Hjaltason, velkominn.
Takk fyrir. Þú hefur mikinn áhuga á þessu og ég sé það og fylgst með þig núna í 2-3 ár þar sem við vorum verið að fjalla svolítið þetta og vekja athygli á þessu og horfði meðal annars á fundin, tímsfundin hjá Félagi ungra sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ á laugardaginn fyrir viku og mjög áhugavert efni sem hún komst með þar og búin að sanka þér svona tölfræðilegu efni og raunverulega taka svolítið saman hver staða mála hérna. Við myndum kannski aðeins segja sjálfu þér og hvernig þessi mikli áhugi kviknar hjá þér á undanfarnum 2-3 árum á þessu málefnum. Já, ég náttúrulega í rauninni bara algjör nobody í þessu þannig séð þegar kemur að menntun og öðru. Ég er ekkert mennta vísinda ég hef enga menntun í því en eitt svoleiðis eins og svona þungavægtamenn eins og Hermundur og aðrir en ég hef bakgrunn í greiningum og hef rosalega gaman að því að fara yfir gögn og svona meta stöðu og hef unnið við það oft bæði hjá ríki og í einkageiranum og kannski mitt persónulega ferðalag inn í þetta árið 2011 eignaðist ég barn í fyrsta sinn, drengur og ég man svo vel þegar ég fékk hann í hendurnar upp á spítalanum að það kröftugasta stund ævi minnar þegar ég bæði fattaði hvað var yndislegt að vera orðinn foreldri og horfði á þennan brosmilda dreng horfa í andlitið á mér en ég var líka á sama tíma alveg rosalega hræddur en þess að ég fattaði núna ber ég ekki bara ábyrgð lengur á sjálfum mér og ég fer í kjölfarið að velta fyrir mig á hvað þýðir það að ala upp dreng eða bara barn á Íslandi, er það góður staður til að ala upp og svo framvegis og kemur svona að því að með smá svona tölfræði greiningu að Ísland sé nú frekar góður staður í alþjóðlegu samanburði að ala upp börn, sérstaklega fyrstu árunum en síðan líða nokkur ár og hann er að fara að byrja í skóla og þá fer ég að heyra svona að því ég þekki mikið að kennurum og mikið að kennurum í kringum ég fer að heyra í þeim og spurja bara hvað þýðir að ég sé ala upp barn í skóla í Íslandi hvernig er íslenska skólakerfið og fer að spurja kennarann það og það fór að koma svona rauður þráður í ljós frekar fljótlega að flesti kennarar sem ég tala við voru svona já, íslenska skólakerfið er alveg ágætt og margt gott í því en það er náttúrulega miklu verra fyrir drengi og það er náttúrulega meira áskorun fyrir drengi og það fór allir að minnast á þetta sem var eitthvað sem ég kannast ekkert við aldrei heyrt þetta í neinni alvöru umræðu og ég fer svona að spurja hvað þetta þýðir okkur segir þetta og þá bara töluðu næstum því allir kennararnir sem ég tala við þetta bara svona eins og sjálfsagðan hlut eða eitthvað svona sem allir vissu og ég sest á í kjölfarið niður þetta þá 2,5 eða 3 ár síðan og fer bara svona rannsaka þetta og kíkja inn á menntamálastofnun og menntamálaráðuneyti og PISA og OECD og alþjóðlega mælingar og finn þá bara að það er rosalega mikið á gögnum til það hvað drengir er að dragast mikið aftur úr og það bæði er það að aukast mjög hratt þetta er að versna eins og Hermundur benti á þetta er líka rosalega vel mælt og sem kom síðan í ljósa að þetta virðist vera svolítið sér íslenskt vandamál og það komið mikið óvart og ég var mjög leiður yfir því þannig að ég svona fór að skrifa aðeins það og bara svona deila þessum gögnum aðeins og já, það er svona mitt ferðalag inn í þetta. Myndirðu kannski koma með ykkur á punkta frá fundinum hjá Heimi fyrir 8 dögum svona til að byrja umræðuna þegar þú varst að fara í gegnum og tölfræðina og fara í gegnum þessu gögn hvað fannst þér svona áhugaverðast í þessu eða þú myndir telja eitthvað upp sem að þessa stöðu sem við erum að tala en þess að eins og þú segir og við ræðum kannski við spyrjum Hermund einmitt að þessu og eftir með þessi sérstæða sem virðist vera af hverju Íslandi, hvað er málið? Já, Hermundur kom náttúrulega inn á PISA og það er kannski svona þekktasti gagnapunkturinn en í síðustu PISA-könnun kom í ljós að 34,4% íslenska drengja geta ekki lesið sér til gagns við útskriftu grunnskóla og ef maður skoðar hvað það þýðir að þá eins og Hermundur benti á þá hefur það markvisst verið að versna þetta er til dæmis 10% fleiri eða 10% hærra hlutfall heldur en var árið 2009 þannig að þetta hefur versnað markvisst bara á 10 árum þetta er tvöfalt hærra hlutfall en í stúlkum og töluvert hærra en í öðrum ríkjum og ef við tökum til dæmis lesskilning þá er hærra hlutfall drengja í lægri hæfnisþrefum á Íslandi samanborið við OECD-löndin þannig að þetta virðist vera einhver leyti íslenskt vandamál og ef við förum síðan ofar í skólakerfinu upp í framhaldsskólan til dæmis þá er 31% drengja sem falla út úr framhaldsskóla og það við erum með lægsta hlutfall á Vesturlöndum í þessum efnum og semst fjölda karla án framhaldsskólamenntunar á aldrinum 25 til 34 ára í háskólanum er 32,1% nýnema eða háskólanemenda núna eru drengir og
bara á þessum 2 árum frá ég tók þetta saman síðast, þá var þetta búið að lækka rúmlega 5% og ég svo sem vissi ekkert hvað þetta þýddi, en eftir að ég birti þessi gögn fyrir 2-3 árum, þá fóru mikið af kennurum og foreldrum og nemendum að hafa samband við mig og einhverjir sögðu við mig hérna, er þetta ekki bara merkjum það að við stöndum okkur ekstra vel með stelpunar, sem væri þá náttúrulega bara frábært. Og ég vissi svo sem ekkert það, en ég fór að skoða það núna betur og þá kemur að ljósa skráningarhlutfall kvenna í háskóla á Íslandi er bara í kringum meðaltali í OECD-löndum, það er 61%, en hjá körlum er það lægst meðal allra OECD-landana. Og ef þú ferð að skoða þetta, þá kemur að ljósa að það er náttúrulega ekki séríslenskt vandamála að drengir séu einhverjum tilfellum eftir á, en það virðist vera algjörlega séríslenskt vandamál hvað þetta er slæmt, hvað þetta er að versna mikið og hvað þetta er alveg yfir allt. Við erum til dæmis eina Norðurlandi þar sem að drengir eru eftir á í öllum mældum greinum í PISA. Í flestum Norðurlöndunum eru þeir til dæmis á undan í stærðfræði og kannski ég geti náttúrulega haldið lengi áfram hvað ég fann mikið af svona dabbulegri tölfræði, en það sem komið kannski mest óvart var að þetta er vel mælt og það er full vitund þetta meðal stjórnvalda. Ég til dæmis fann skýrslu sem að kallast skýrsla mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem samantekt af menntatölfræði frá OECD og þar eru bara fullt af fullyrðingum sem segja að það er verulegur og viðvarandi kynjahalli í kennarastétt, kynjamunur konum í hag í menntakerfinu, á Íslandi eru fleiri kallar án framhaldsskólamenntunar en í flestum öðrum vestrænum ríkjum og hérna munurinn á milli kynjan er óvíða jafn mikill á Íslandi og þetta er allt svona skýrt, þannig að ég var svo spenntur núna því nú er búið að vinna nýrri menntastefnu sem á að taka gildi fyrir árið 2020 til 2030 og við erum með menntamálaráðherra sem að mér fundist vera að rosalega mörguleiti taka vel og kröftulega og mikið erfið málum og svo liggur þingsályktun til að fyrir þingjum þessi mál og þannig ég er alveg þvílíkt spenntur að opna hann og bara hvernig á að tækla vandaði drengi og þá er bara ekki orðum það í þingsályktun þetta komið svo óvart, þannig að þetta er svona kannski smá þverskurður af því sem að er í rauninni bara opinbert og fyrir alla að finna sko. Einmitt. Hermundur, ef mundir aðeins, ég með lokaði kannski að eins og ég skili þetta, þú getur kannski kommentað það í leiðinni. Við höfum kannski setið einhver leiti eftir með framhaldsskólan og háskólan varandi fjármögnun og við höfum verið að tala um þetta OECD og það er ákveðin svona, við ætlum að reyna að ná þessu viðmiðum og erum að nálgast þau, en grunnskólinn okkar hefur verið vel fjármagnaði miðað við nágranna löndin, skils mér, og ég skili þannig fréttir og það sem við erum að vinna með þessi fyrstu 15-16 ár í þessi skólakerfum, langar til að fara í framhaldsskólan, en þetta er kannski ekki, þetta fjármagn virðist ekki, það er eitthvað að bregðast í hvað afurðin sem kemur ef við höfum kallað það, hvernig krakkarnir okkar koma út úr grunnskólanum, hvað svona, hvernig myndir þú svara Tryggva, hvað er í gangi? Þessi lýsing sem Tryggvi er að telja hérna upp með gögnin. Já, þetta er náttúrulega eins og við talaðum áður í á Tryggvi, þá er þetta klárlega samfélagslegt vandamál. Þetta er ekki bara skólinn sem slíkur. Þetta er, ef við skoðum bara aðeins svona frá fæðingu, þá er bæði fræðsla fyrir komandi foreldra gífurlega mikilvægt. Fyrstu 2 árin í lífi barnsins er það sem að flestir hjónaskilnaðir verði, því það eignast barn er ekki bara, sko, þú veist, maður er foreldri allt lífið ef maður á barn. Þannig að þetta er ekki bara að fá eitt barn í hendur og Tryggvi, þú ert foreldri þess að barn allt lífið þitt. Og þetta er ofboðslega mikil ábyrgð sem hvílir okkur sem foreldrum. Og það er að gefa þessu, við höfum verið að ræða líka með, sko, þetta hlúa að barninu. Og þetta krefur, sko, eins og ég segi sem foreldri, þetta krefur mikið af manni að fylgja eftir öllum börnunum sínum á góðan hátt og við vitum það er rannsóknir mjög mikið var rannsóknir frá 85-86 frá hérna Gesvan Galapurta sem voru mjög virti fræðimenn. Þeir fundu út að í fósturlífinu er sem sagt hefur testosterón og það testosterón oftast meira hjá drengjum áhrif á heila þróun sem sagt hér drengja í fósturlífinu. Þannig að vinstri heilahvel drengja er meira viðkvæmari stúlna. Og þess vegna þurfa þeir oft á tíðum, eins og þeir hafa sagt og þeir skýra kannski margir málþroska erfiðleikar, það getur út af vinstri heilahluta og þróun hans. Þeir eru oft, eins og segir, strákar eru viðkvæmari fyrir þessum færnaðatriðum. Við erum að sjá, þeir eru oftar með eins og lesblindu sem að stafa líka málþroska erfiðleikum.
þeir eru oftar með hreyfiþroska vandamál og við sjáum það eru oftar átismi eða þess að einhverfa, þannig að strengir eru viðkvæmari og þess vegna gífurlega mikið þess að ég er að koma inn í grunnskólan, hvað skeður á aldrinu 0 til 6, það sem skeður á svona leikskóla aldri eiginlega lagt, þar lagður grunnurinn að komandi framtíð barna og það það sem að ég er búin að ræða við fleiri talmennafræðinga á Íslandi og líka hérna í Noregi og þetta með málþroska, þetta með tilfinningaþroska, þetta með félagsþroska og hreyfiþroska, þetta lagt í byrjun lífsins og þar myndi ég telja að við þurfum líka að skoða svolítið betur með að skoða stöðuna þar hjá okkur. Okkur vantar betri mynd eins og við sjáum PISA, við getum séð þróuna síðan 2000, við erum ekki með það í sambandi við málþroska á sama hátt. En þarna leggst grunnurinn og eins og ég bara með eins og ég verið að ræðum og ég kynnti mér þetta hvað búið, þegar norminni tóku þetta með föstum tökum og þeir settu í gang til dæmis nefnd sem átt að skoða með vísindamönnum hvar liggur mismunum milli drengja og stúlkna. Og það sem þeir fundu út, svipað ég að segja, drengir eru viðkvæmari. Þeir til dæmis að búa með einstæðu foreldri hefur meiri áhrif á drengi og námsárangur drengja. Fátækt hefur meiri áhrif á drengina. Þannig að við vitum líka að þeir þurfa oft á tíðum meiri svona, aðstoð í hegðun. Þeir þurfa meiri kannski að stelpunar ofta frá bara því að sennilega, og menn telja það sé testosterón, eins og Gessar Galabúrta bent á, að testosterón gera leikur stráka svona almennt öðruvísi stúlkna frá snemma, við sjáum þetta mjög snemma. Þannig að þetta flókið samspil bæði líffræðilegra breytna og umhverfis. Og ef umhverfið ekki að taka nógu vel eða hlúa nógu vel að börnunum, þá getum við öðlast vandamál þegar við komum upp í skólan. Það sem ég svona aðeins að benda á, þetta ekki bara grunnskólinn, þetta líka leikskólaaldurinn sem þarf að skoða betur og hvernig við getum þá aðstoða til. Ég var eiginlega algjörlega á móti því að lengja nám leikskólakennara því að það með þessi lágu laun eins og þetta Tryggvi líka benda á, það ekki margir sem fara í 5 ára nám til þess að vera leikskólakennari þegar það masterskráða sem krefst. Ég vildi bara hafa þetta 3 ára áfram og reyna heldur að hlúa betur þegar að opna leikskólan fyrir fleiri börnum sem jákvætt að það sé þá allavega starfsfólk sem hefur þá þessi lágmarks 3-3 ára menntun sem að okkur vantar 1700 leikskólakennarar í Íslandi ef ég maður rétt. Þannig að þetta hangir allt á sömu spýtinni. En ég og Tryggvi erum alveg sammála það að þetta samfélagslegt vandamál. En þá í stóru myndinni, ef þetta virðist einhver leiti svona eins og þetta hljómar þegar að benda á þetta, einhver sér íslenskt dæmi að við komum svona illa út úr þessum eins og PISA og með og strákan okkar í þessu samhengi. Hermundur, þú ert úti í Þrándheimi og svo ertu að vinna með Háskólanum í Reykjavík og sér þetta beggja megin frá kannski. Meina, hvað hefur þú þá uppkveðað þá $1 million spurninguna eða svarið við henni? Veitu, hvað þá svona sérstakt á Íslandi sem veldur þessari erfiðu stöðu? Ertu að segja, við kemur á hjónaskilnaði, erum við miklu verið stödd, allæti ungra drengja eða eitthvað íslenskri menningu, hvernig þetta að breytast? Hvað, þú þekkir þetta manna best, búin að rannsaka þetta vel. Hvað þá stóra málið? Ertu fann að sjá okkur svör í stóru myndinni? Svör, maður getur komið með svona ákveðna tillögur að því, en þess að ég mitt stikkorð eiginlega með að við Ísland og Noregi sem búið í 30 ár í Noregi, það við verðum að forgangsráða betur. Það stig, við verðum að forgangsráða og gefa okkur tíma ef við ætlum að eignast börn. Það sem mitt stikkorð, því að við vitum líka að það klárlega skólinn hefur þetta mikil og leikskólinn mikið áhrif líka, en við verðum sem foreldrar líka vera klárir í að forgangsráða. Og það náttúrulega, ég sé gífurlega mismun á spennu í spennustig mun hærra á Íslandi, það meira það eru margir mikið að gera hjá flestum. Í Noregi styttur vinnutími, það 7,5 tímar á dag, maður byrja að vinna 8 og maður komið heim 4, maður að borða með fjölskyldunni 5 og 6.
skilur, svo kannski fer maður út í göngutúra eftir eða búin að því kannski, ef maður hefur kannski hálftíma breyki, þá tekur maður eitthvað hreyfingu. Þannig að þetta er allt öðruvísi samfélagsgerð. En það er margt jákvætt á Íslandi líka, það er ekki það. Ég bara segja, það er meiri spenna í þjóðfélaginu. Það eru margir að vinna kannski, finnst mér, of mikið. Það eru margir kannski að forgangsráða gólfinu í staðan fyrir börnin sín. Ég sé mörg dæmi það sem að maður sér, þú veist, ef það var 5 tími í gólfi 3 dagar í viku, þá kemur hann niður á einhverju. Þú veist, hver er þá að passa að barnið lesi heima eða sinna því með heimalærdóminn? Þetta þarf alls einn tíma. Já. Tryggvi, hvað segir þú um þetta? Já, ég hef alveg velt þessu fyrir mig. Ég held að sé ekkit eitthvað svona eitt svar, það er þetta sem þarf að laga, þá lagast þetta allt. Ég held að margt af því sem að Hermundur kemur inn á eru góða punktar. Ég til dæmis að rædda þetta við föður minn sem er búinn að vera heimilislæknir í hátt í 40 ár og hann var nú að segja mér að það er alveg rosa áberandi með þessa kynslóð núna að hann hefur aldrei upplifað og sé eins mikið á svona stress álagi. Það er bara, hann segir bara virðist vera eiginlega allir sem kom inn eru að glíma við að þeim vantar tíma og mikið stress og heilsufarseinkenni tengd því. Og það er náttúrulega eitt sem má velta fyrir sér. Það hefur náttúrulega orðið líka ákveðin svona stofnanavæðing á uppeldinu sem að veltir alveg fyrir sér og ég finn rosa mikið eftir ég fór að benda á þetta að svona yfirgnandi meirihlutina þeirra sem að kemur að tala við mig og með einhverja hugmyndir og pælingar þá er lausnin hjá þeim bara einhvers konar meiri stofnanavæðing. Það er bara það þarf bara að láta leikskólan að gera þetta, það þarf bara að láta skólan að gera þetta og þess vegna finnst mér gott að Hermundurinn byrjar umræðana þetta er samfélagið líka og náttúrulega foreldrarnir og ég hélt nú fyrirlestur fyrir ég hef haldið fyrirlestur fyrir nokkur kennarafélög og þá hafa rosalega margir kennarar sem að sérstaklega kenna lestur komið til mín og sagt yfirgnandi meirihluti foreldra er ekki að taka virkan þátt í heimanámi barna sinna. Þeir foreldra sem láta börnin sín lesa heima og setjast niður með þeim og maður sér það í lestrarhestunum annað, þau börn er ekki í vandamál eða allavega í miklu minni vandræðum og þetta er náttúrulega stórt atrið og ég velti alveg fyrir mér að því ég man alveg á sínu tíma þegar það var svona kannski mesta stress í mínu lífi, ég er nú búin að vera nokkur ára að reyna svona sérstaklega að minnka það og það kom niður á gæðastundum með börnunum, alveg klárlega og mér er svo skemmtilegt kanarnir eru farnir að nota mikið hugtak sem er kallað focused attention sem er ef með barninu þá ertu með barninu 100%. Þú ert ekki ef þú situr í sófanum og ert í símanínum, þó að barnið sé í stofunni líka, þá ert ekki með barninu, þá ertu með símanínum og barnið er bara við hliðina þér. Það er ekki það sama eins og ef þú situr með barninu og ert að fylgjast með því leika eða í einhvers konar samskipti við þá. Ég man hafa svo rosalega dapurleg rannsókn sem að Hermundur getur náttúrulega sagt betur frá henni ef að mann eftir henni sem sagt konur sem voru að gefa barni sínu brjóst ef þær voru með síman á lofti þar að leiðandi þá misti barnið augnkontakt við móðurina og náði ekki eins miklu sambandi við þá og það var þetta að mæla hrörnun í heilanum á barninu miðað við þau sem þegar konan var ekki með síma. Það var bara mælanlegu skaði á því hvort að konan þegar var með barnið á brjósti var með snjallsíman upp eða ekki og ég held að þetta eigi nákvæmlega mikið við feður. Ég held að þetta sé bara svona ákveðið foreldra samfélags vandamál sem við glímum við sem snýr bara þessum símum. En ég held að sé fullt af öðrum þáttum og að því að verða að fá að hælæta það út því að Hermundur komin inn á með kennarana. Ég held að sé rosalega ósangjar niðurstaða til þess núna að við sem samfélag ætlum að snúa okkur og segja já, kennararnir þurfa bara að standa sig betur. Kennaranámið það er hámenntakrafa á það, láglauna stétt sem eru vaxandi kröfur á og það hafa örugglega hátt í 200 kennarar haft samband við mig síðan ég byrjaði að skrifa þetta og sagt mér ég hef gríðarlega mikið áhuga sem ég langar að gera eitthvað en bara launatablan og vinnuskipulagið mitt gefur mér ekki mikið rými í það og ég meina því við horfum oft til Finnana sem hafa staðið sér vel og eitt aðalatriði sem þeir gerðu það var að auka virðingu kennara og hækka launin þeirra og fara bara svona í ákveðin samfélagssáttmálum að þetta er stétt sem við ætlum að bera virðingu fyrir bæði í launum og hvernig við tölum hann og hvað rými við gefum þeim. Þannig ég held að sé alveg margvíslegar áskoranir en það sem kannski kemur mér mest óvart og ég á rosalega erfitt með að skilja er að þegar vandinn er mældur svona vel af hverju erum við ekki að setja einhverja tíma og peninga í að þá að rannsaka þetta betur og skilja þetta betur. Af því það sem ég til hendur núna, þetta er bara svona tilfinning sem að maður hefur. Stjórnvöld eða sveitafélag hafi í rauninni ekkert þrátt fyrir allar þessar mælingar, ekki allan svo ég veit til
rannsakandi anninu viti, nema jú, ég fann eina skýrslu frá árinu 2011 þar sem Reykjavíkurborg setti saman starfshópum að kanna stöðu drengja og sem sýnir nú hvað greinilega búin að vera meðvitund þetta lengi. En þetta eitthvað sem að mér svona augljóst fyrst að skrifa minnst kosti, sko. Já. Ég verið að velta fyrir mér og hef gert áður, sko, eins og Hermundur kemur inn á samfélagsgerðin okkar, það sko, það alltaf verið svo mikið að gera hjá öllum og maður sjálfur vinnualki og maður þekkir þetta sjálfur. Það bara alltaf verið þannig, þú bara frá morgni til kvölds alltaf að vera á fullu. Og ég held að sé hluta vandamálinu að fólk kann ekki að láta sér leiðast lengur. Það þarf alltaf að vera svo hátt spennustig og mikið að gerast og ef þú nýtir ekki klukkustundina þá þetta eins og þetta sé bara, það eitthvað slæmt að gerast. Fólk á mjög erfitt með að slaka og ná niður spennustiginu. Og ég held að þetta getur verið hluti af samfélagsgerðinu sem við búum í einhverju leyti. Og það getur eins og Hermundur kemur inn á varðandi Noreg að það afslappara, bróðir minn býr í Svíþjóð, ég finn það alveg að þetta annars konar samfélag, það annað yfirbragð yfir þessu. Og þá veltir maður sér líka fyrir og þú í tölvubransanum og hugbúnaðargeiranum Tryggvi, CCP, sko þegar við erum að tala þú veist þessa samfélagsnotkun á samfélagsmiðlum, við erum að tala nýtingu á farsímónum, sko það væri bara áhugavert, sko, og þeir eru kannski með þessar tölur. Það sem við erum með bara fullorðin einstaklingur í dag á Íslandi með skjátíma, við erum tölum oft skjátíma barna, það væri áhugavert að leita líka bara með fullorðina, það sem við erum að búa til þessa menningu. Það stöðugt með þetta uppi við síman og það alltaf verið á fullu, sko. Hvað það vorum að ræða þessa samfélagsgerð, þetta eitthvað, Hermundur, þetta eitthvað svona, það sem við getum skoðað betur? Ég var að hugsa við gerðum stór átak fyrir mörgum árum á Íslandi sem að snýri að unglingadrykkju. Til munið þetta, Hermundur, við erum kannski á þeim aldri sem að þetta var nú ekki allt nógu sniðugt þegar við erum unglingar og í framhaldsskóla. Þetta annar bragur á þessu í dag heldur en var þá fyrir 30 árum. 30-35 árum. Við unnum vel á því og erum stöndum okkur vel þar með margar þjóðir. Sko, það var bara unnu stefnu og það breyttist hugarfar hjá þjóðinni gagnvart þessum málum. Þetta eitthvað svona sem okkur vantar bara að við förum að breyta hvað okkur finnst eðlilegt og breyta hugarfari þjóðar varðandi ungum, eins og þetta kannski hljómar, þetta snýst kannski bara allæti. Að börnin fái meira meiri athygli og þessa nálægð eða hvað? Hermundur? Já, ég hef sagt það. Ég skrifa nú pistil daginn sem hét Hlúum að börnum okkar saman með vinum mínum Snorra Magnússyni. Það sem við erum bara að tala við erum að tala fyrstu árin í lífinu, hversu mikið þetta að hlúa börnunum. Það saman til þess að við erum að stórkostlegar aðstæður til að geta hlúa vel að börnum á Íslandi. Við erum stórkostlegar náttúru sem auðvelt að fara og finna alveg ótrúlega náttúrufyrirbrigði í okkar nálægð og við erum með sundlaugarnar. Þegar ég er í Íslandi á sumri þá fyrir á hverjum degi upp til 2 tíma í laugina með fjölskyldunni. Því það stund sem að engi símar, bara stórkostleg stund. Við hlaupum oft í Laugardalnum, förum svo laugina, þá fara kannski hinn ræði vörglas og hittum svo til lauginni. Eigum hálftíma 3 kvöldur saman í heitapottunum. Stórkostleg stund, þetta ættum við að nota miklu meira. Og við talum að strákarnir séu aktífir og farið með mig sundlaugina, leiðið með hamast og þau eru flottir og eftir. Takk í heimann með þá eftir búin í lauginni, það voru rólir og fínir. Það gerir með stráki minn, þetta ár sem við byggum á Akureyri, 2006-2007. Og fóru alltaf laugina og svo tökum við smá heimann eftir. Þannig að við erum með allar mögulegar aðstæður til að gera þetta. Við erum með lítið samfélag, það auðvelt að ná sambandi við bæði ömmur og afa sem eru gífurlega mikilvægt hlutverk líka. Mér ekki gleyma því, ég ber ennþá bara opbóðslega gott af því mínu samskiptum mínu á ömmur og notum það, við erum allt til þess að byggja upp þetta flotta samfélag, við verum að gefa fólki möguleika, við verum að geta líka sagt, eins og í sambandi við leikskólanám og annað, það var kannski vitleysa lengi til 5 ára upp og við fá okkur vantar leikskóla, okkur vantar kennar og Tryggvi benti okkur vantar rosalega mikið kennar og komandi árum. Kannski sniðugt að lækka þetta aftur og kannski forgransa. Fólk spyr með Hermundur, hvað finnst þér skóla? Ég segi, ég var í skóla 9-12, mínu barnaskóla. Það kom aldrei niður að mínu námi.
kannski búin að leggja á mikið inn í skóla, nú krakkarnir 9:30 til 2:30 í skólanum, kannski það langur skóladagur, styttu skólastundir það skilur við, þannig að margir þættir í þessu sem við getum auðveldlega breytt og ég að segja, af hverju byrjum við 6 ára í skóla, það enga rannsóknir bak við þá, ég spurði Hækki Litlen sem unni mikið með finska fræðimann, þeir byrja 7 ára, þeir fundu Finnarnir að það var ekkert grunnlega fyrir að byrja fyrir skóla, þau þurfðu þessu ekkert, þannig að kannski passaði ekki fyrir okkur Íslendinga að byrja 6 ára í skóla eins og við gerum, og allavega ekki drengina. Nei, þetta svona, Tryggvi, já, gjörðu vel. Já, ég ætla að segja, mér finnst það svo frábært dæmi sem hún tekur með áfengisnótkunna og það allt og ég held að segja annað módel sem við getum hort til sem að ég velt mikið fyrir mér hérna af því að ég kemur svona mikið í fótbolta fjölskyldu og hérna pabbi minn til þess að vera læknir hjá undir 21 landsliðin í mörg ár og alveg bara mikið af fótboltafólki í mínu fjölskyldu og það var svo gaman þegar íslenska landslið allt í hennu fór að ná rosa árangri og fyrir marga var þetta bara býtu þetta kom bara alveg upp úr þurru en ef þú skoðar hvað gerist áratuginn undan þá fara íþróttafélögin ásamt bæjarfélögunum að fjárfesta í aðstöðu sem eru innan hús knattspyrnuhallir sem þýddi að núna var hægt að æfa allt árið í staðan fyrir eiginlega bara hálft árið. Það var að fara að fjárfesta rosalega mikið í þjálfaramenntun. Bara tugir ef ekki 100 íslenska þjálfarar fóru svo kallið UEFA námskeið og það var í kjölfari byrjað að hækka laun kennara og fara jafnvel að fá þjálfaranir í alveg yngstu flokkana sem voru á launum hingað til að það oft verið bara svona sjálfboðaliða starf og það var farið að fjárfesta í bara fullt af hlutum, það var að byrja að fá inn íþróttasálfræðinga fyrir það og sjúkraþjálfarar niður í flokkana og það var bara að fara að huga miklu betur að þessu. Hvað gerist? Ísland með við höfðatölu pumpar út einu mesta fjölda af atvinnumönnum í knattspyrnu í veröldinni og við eigum bara landslið sem að slær svo langt yfir þyngdarflokka, það skilur þetta ekki. En þetta er bara uppskera úr skipulagðri vinnu og það svo auðvelt að yfirfæra yfir á námskerfið. Ég meina aðstæðan er þá, til dæmis tæknivæðing, tölvur, betri skólastofur sem reikna þá meira með hreyfingu, þjálfaramenntun er náttúrulega bara og aðstæða fyrir þjálfara eða þá kennararnir, það er að þeir hafi það sem þeir þurfi og þeir fái réttu menntun og rétta stuðningin og rýmið og betri laun og þannig að mörguleiti þetta held ég engin geimflugvísindi sko. Nei, þetta fyrst að tala fótbolta, maður að hugsa í gamla daga eða maður sjálfur í grunnskóla eða barnaskóla 8-9 ára gamall, þá var maður mættur á skólalóðuna klukkutíma áður en skólan byrjaði og það var alltaf spilað fótbolti í klukkutíma áður en að kennslan byrjaði og bara fullt af strákum mættu og stelpur og bara þannig byrjaði skóladagurinn. Við hreyfðum okkur og vorum bara að leika okkur í fótbolta í klukkutíma og síðan byrjaði væntanlega alltaf ekki verið klukkan 9 á morgni í skólinn en við vorum mætt fyrir 8 að spila fótbolta og Hermundur, þú einmitt verið að benda á þetta með hreyfinguna í varðandi grunnskólan að brjóta upp daginn og að krakkarnir fá tækifæri til að fá svolítið útrás fyrir kennsluna. Þú myndir aðeins svona hlaupa í gegnum þetta með okkur, hvernig þú hugsaðir þetta? Já, ég hef svona verið að vinna prósektum síðustu árin og ég hef með svona 6 lykla í þessu verkefni sem ég að spáði sem ég kalla kveikju neistan og einna lyklanum er það sem við köllum efla hreyfingu. Það sem við vitum að hreyfing fyrir alla, þess vegna þetta ef maður skoðar rannsóknir eins og ég skrifaði smá svona pisti fyrir mömmu, hún 78 ára því að ég var að benda henni á hversu mikið þetta var að halda að hreyfa sig, ekki stoppa og þá var málið, það eru 3 punktar sem eru mikið fyrir bara okkur öll þess að halda taugakerfinu, þetta eru gráefni heilans sem eru taugafrumur og tengingar og hvítefni sem er svona það sem flytur upplýsingar á milli ákveðna heilastöðva. Þess að halda því við, það minnkar alltaf aðeins, þess að halda því við 3 hlutir. Það er hreyfing, líkamleg hreyfing á hverjum degi. Við erum að tala mínimal 20-30 mínútur á dag fyrir eldra fólk. Börnin er klukkutími. 2, vera með fólki þessi félagslegu tengsl, vera með fólki sem ekki væntum, foreldrinum, börnunum, vinunum, efla það. 3. lagi, lærum eitthvað nýtt. Reynd alltaf að pressa þig, taktu áskoruna til að læra nýja hluti. Og þess vegna hef ég viljað leggja miklu meira áherslu á hreyfingu, mun meiri hreyfingu inn í skólan á hverju degi. Það eru því miður, Tryggvi að tala um frábært íþróttastarf, það ekki allir það. Það eru 20, 30, 40% krökkunum, eftir hvert, sem ekki aktífir, sem íþrótti passi ekki fyrir. Þá fara þeir kannski í tónlist annað.
En hreyfingin á hverjum degi, við vitum það áhrif á ró og einbeitingu, maður líður betur á eftir. Rannsóknin hjá okkur í Noregi sýnt ró og einbeiting í 3-4 tíma á eftir. Og það hægt að leggja inn þessi erfiðustu fögin sem að þurfa fullan fókus. Það eflir sjálfsmynd, það eflir hreyfifærni og hreysti. Þannig að fá hreyfingin á hverjum degi, við erum alltaf með 2 tíma í íþróttum og 1 tíma í sundi sem frábært. Leggjum með 2 tími í viðbót eins og við vitum að það var skóla gert þetta eins og Skarðsliða skóla aðrir lagt inn míluna á hverjum degi sem að gefa bara jákvæða raun. Þess vegna ég ætti opbóðslega á að brjóta þess upp þennan langa skóladag. Veist að ég gat verið 8:30 til 12 í mínu barnaskóla, þá hljótu að geta tekið klukkutíma íþrótti hreyfing á hverjum deginn í skólan, meina ég. Einmitt. Ég man að Skarðsliðaskóli, er það Ísafjörður eða? Nei, þeir eru í Hafnarfirði. Það er Hafnarfirði. Ég man eftir dæminu líka á Ísafjörði, þar sem var að leggja mikið áherslu á hreyfingu, sá fréttum þetta fyrir 2 árum, sem að Tryggvi, ertu með einhverja pælingar í þessa átt, varðandi hreyfinguna og skólan, sem sagt umfram það sem við höfum verið að segja hér? Já, ég held að allir sem eru foreldrar drengja vita að það er borðleggjandi að strákur sem eru ekki fengið að hreyfa sig og þú ætlar að fara að neyða hann í einhverja kyrrsetu og einbeitingu, það er mjög erfitt verkefni miðað við það ef hann hefur fengið að taka smá fótbolta fyrst eða eitthvað. Þetta minnir mig síðan annan punkt af því að nú vinn ég í tölvuleikjagerð og það er líklega engin engageir í veröldinni sem hefur sett meiri peninga í rannsóknir á kennslufræðum af því að það þarf að kenna spilurunum sem er náttúrulega mjög oft strákar í hvernig þeir læra oft flókin kerfi í töluleikjunum svo ég geti verið notið þess að taka þátt og þá eru bara svona atriði eins og tilgangur, akkur þetta læra, þú skilur hvert þú ert að fara, þú gerir það við eitthvað skemmtilegt, það er eitthvað action og svo framvegis og það er yfirleitt aldrei lestu langan texta í kyrrstöðu, það er yfirleitt að fá það að upplifa eitthvað og þú fær þjálfunina með hann. En það er rosalega fræg kurva sem er bara orðin frekar reynd í dag sem er kallað memory curve sem er hvað manstu mikið ef þú tekur klukkutíma fyrirlestur og svo ertu spurður eftir 1 klukkustund eða 2 eða 3 daga eða 2 vikur, hvað myndu muna mikið út úr þessum fyrirlestri? Og meðal manneskjan er bara þannig að eftir 2 vikur þá man hún bara 20% úr fyrirlesturum. Þannig að við töpum 80% af þekkingunni sem þýðir það í rauninni að ef þú situr klukktíma fyrirlestur þá myndir muna 1/5 en þú þarft líklega að sitja hann alltaf 5 sinnum og ætlar að ná alveg öllu en það er svo áhugavert að sjá hvað það gerist hratt. Þannig að memory í rauninni upptakan á upplýsingunum er nálægt 100% fyrstu 15 mínúturnar. Eftir það hrynur það og þetta er bara meðal manneskjan sem þýðir það ef að þú ert með dreng eða stúlku í tíma og þú ætlar að fara að kenna eitthvað flókið, þá eru fyrstu 15 mínútur mjög líklegt að þau munu taka ágætlega eftir og munu skilja, svo eftir það bara hrynur það og ef þú ætlar að fara að bæta kannski 2-földum tíma í stærðfræði, þá eru upptakan síðustu 20-30 mínúturnar, hún er nálægt 10-15% sem þýðir að þetta er alveg ótrúlega óskilvirk leið og það eru til ákveðin verkfællar eins og bara þekkt í tölvuleikjagerð sem er bara að vekja tilfinningar og áhuga og fá hreyfingu og fá að gera eitthvað, berjast við risa eða eitthvað sem getur ýtt þessu aftur upp á móti en hvíld og hreyfingu og allt þetta, það eru líka verkfæri sem að í rauninni hækka endurupptökuna í þessari minniskurvu. Þannig að ég held að þetta vinna allt saman og það er alveg skilningur fyrir þessu hjá kennurum en það er kannski oft erfitt að setja þetta í framkvæmd í kerfi sem er með rosalega mikið af stífum skilyrðum tíma og aðstöðu og svona sveigjanleika í nýsköpun. Þannig að, já. Já, það er nú byrja í daginn í dag, nú erum við að halda upp á afmæli hjá afabarninu núna eftir heima og ég tók kottaslag við hann í morgun og svona þetta dæmi, þá er ég búin að hugsa svolítið til ykkar núna í vikunni og að gera alltaf eitthvað skemmtilegt, vera svolítið aðeins að ná upp smá æsingi og stundum fyrir út með hundinn saman og svona, að kenna bara hreyfinguna, að gleyma ekki hreyfingunni að vera að hreyfa sig. Þetta er oft talað um okkur hundaeigendunar, að þetta er svo stór það að vera með hund, það krefst þess að fara út í 2 göngutúr á dag með hundinn, bara sinna hundinum og allt geti gert það sem hann þarf að gera og hreyfa sig. Þannig að þú býr til rytma og þessi rytmi þarf að vera til fyrir alla, menn
taki göngutúruna, hjóli eða hvað sem og þú er komin inn í annað umræðefni sem ég þú myndist á hreyfingu líka aldraðra af Janus Guðlaugsson og það sem hann hefur verið að hugsa og sem ég mjög áhugavert og hreyfingin almennt. En varðandi síðan strákana, fyrir að vantala 18-19 árum, þegar eldri strákurinn minn byrjaði í grunnskóla og ég það var alltaf verið að teikna, það var alltaf verið að lita. Bara fyrstu 2 árin í skólanum var alltaf verið að lita og ég sá hann dauðleitist þetta en heima við, þegar hann kom heim, þá var hann að leika sem með lóðboltan. Að tengja saman og vinna með rafmagn og tengja hluti saman og þetta. Og ég sá hvað þetta var erfitt fyrir hann að vera endalaust í þessu litastúsi, endalaust dauðleitist þetta og þá eiginlega komið að þessu sem sem að þegar við svolítið rætt og komum kannski aðeins inn á þetta með áhuga hvötina. Kannski eins og þegar Tryggvi að líta leikjónum í tölvuleikjónum, bara hvað hvetur áhuga því að tala hef ég séð og heyrt að það mismunandi mitt að vera hanna tölvuleiki fyrir stúlkur og síðan stráka, áhuga hvötin og Hermundur talar líka mikið þetta. Hvernig, þetta ekki eitt svona bara lykilatriði í öllu ferlinu? Það áhuga hvötin og drifkrafturinn. Hvernig virkjum við þetta þetta svona upp á seinni tíma og þetta kannski eitt af svona stærst atriði, bara hvernig almenningur, við getum svona almennt tilengað okkur þetta, að passa upp á að virkja þessa áhuga hvöt og drifkraft barnanna okkar. Er það ekki eitt af svona stóra bara uppeldis hlutverkum? Hvað segir það, Hermundur? Algjörlega, rosa fotopunktur sem að, það ekki, einn af mikilvægustu kenningar sem ég hef unnið með Csikszentmihalyi. Hann komið sína kenningu 75 áskorunar miðað við færni. Og ástæða það sem lykillinn í kenningunni að til þess að fá einhvern aðila til þess að hafa áhuga á verkefni, þá verður hann að fá réttar áskorunir til þess að öðlast þessu köllum að enskunni mastery. Á norskunni segir við mestring. Hann verður að finna, já, þetta gat ég á rétti leið. Og þegar ég fór að tala við Tryggva hans tölvutæki heim, þá vinna þeir líka með Csikszentmihalyi. Hann með 100.000 tilvitnað þessi maður, sem að vísindagreins að vitnað í hann, sem bara stórkostlegt. Það segir bara hversu mikið þessi kenning Og það sem þú segir það algjört lykilatriði að finna ástríðuna, finna áhugasviðið hjá öllum. Við erum að tala börn frá fæðingu til eldri. Hvað finnst þér gaman að fást við? Er það að fara í göngutúr? Er það að synda? Er það að spila? Er það bara að spila gítar? Bara nefndu það Ég lærði bassagítar sjálfur þegar 50. Ég ætla að spila perkusjón, en ég lærði bassagítar, að vanta bassagítarleikar í hljómsveitina mína. Ok, það bara byrjaði að bassan og ég bara þokka leiðun á 56 ára Það tekur tíma, það tekur meiri tíma en þegar ég var yngri, en ég ætla mér að reyna að verða betri á bassan, þannig gæti alltaf hangi með hinu strákunum. Þetta, ef maður skoða bækur eins og eftir Eriksson, sem var okkar fremsti fræðimár á sviði færni, þróunar og þekkingar. Áskorun. Við verðum að taka áskorunna. Það létt að sitja upp í sófa og segja, já, ég veit að ég þarf að fara út að hreyfa mig, ég ætla að vera betri, en þú verður að fara út að hreyfa þig. Þannig að þessi áskorun lykill að öllum framförum. Og þess vegna verður við líkast, ég var að tala við fremst í heiminum bara í vikunni í sambandi við nýsköpun. Svíi sem býr í Bandaríkjunum, Jóhann Wiklund, hann sagði með Hermundur, veistu hvað, hann heyrði hvað ég var að fjalla og áskorun og með færni og kveikju neist og allt þetta. Kannski þurfa að byrja nýsköpun og vinna þannig inn í skólana fyrr, með að vinna með verkefni sem þú velur sjálfur. Hvað vilt þú gera núna? Sem hafa 1 tími í viku fyrir 6 ára barn. Hvað langar þér að fást við? Hvað langar þér að skapa nýju hlutum? Að koma strax inn, ekki bara byrja með háskólanemendur, eins og þeir að vinna mikið með nýsköpun, byrja fyrir. Þetta getur verið hlutar sem kveikja neistan og finna ástríðina. Ég sé að þetta er að kveiki í Tryggva, nú er Tryggva komið sitt. Mér finnst þið vera með svo frábært módel, þetta var allavega þegar ég var í grunnskóla, sem er hérna þemavikan. Og ég náttúrulega veit ekki hvernig þetta var svo sem í öðrum skólum, en þemavikan í grunnskóla Vestmannaeyja sem ég var í, þá var það 1 vika á ári,
þá mátti maður velja í hvaða hóp þú fórst, það var hægt að fara í kvikmyndahóp og afurðin var þá kvikmynd, það var hægt að fara í listahóp og þá bjóstu til einhver listaverk fyrir árshátíðina, það var hægt að fara í tískuhóp og þá bjóstu til einhvern fatnað, það var tískusýning, svo var hægt að fara í leikhóp og þá settur upp eitthvað leikverk og það var hægt að fara í alls konar og þá var fengið oft inn einhverjir aðilar úr atvinnulífinu eða listamenn, einhver sem höfðu sérþekkingu og þeir hjálpuðu þá kennurunum við að setja einhvers konar production í gang. Þetta var alltaf uppáhaldsstundin mín í skóla og það var mjög sjaldgæft á þessari viku, ég meina það var ekki vandamál kennari í þessari viku að fá drengina til að taka þátt eða vera virkir og ég man að í 8. bekk fór ég í kvikmyndahóp og þá fengu kennara þar sem var fréttamaður fyrir RÚV líka og hann hafði þessuna aðgangar rosa flottum græjum og þekking á svona hvernig þú tekur upp vídeo og hvernig þú klippir og ég fekk bara rosa á þessu að aldrei fengi að prófa neitt svona og þá var þetta að taka inn fullt af þáttum úr kennslinu og setja það í svona virkan búning þar sem þú ert að vinna að því að búa til eitthvað og framleiða eitthvað og við byggum til bíómyndir sem við rosa stoltir af og eftir þetta þá hverju einustu ári byggum við vinahópurinn til bíómyndir og fengum að sýna þær í skólanum af því þarna var bara komið nýtt skil sem við gátum unni með og svo síðasta ári þá fór ég í leiklistahóp og enda á að það var frægur leikstjóri þar og hann sagði Tryggvi þú ert svona ágætur í að tala ég ætla bara að hafa því sem kynnirinn fyrir árshátíðina og ég bara, þetta var rosalega út fyrir minn þægindaramma og aldrei dottið neitt svona í huga en þarna kviknaði neisti hjá mér svona að fá að tala opinberlega og sem ég hef gert mikið síðan og ég ekkert viss sem ég nokkuð tíma gert það ef ég ekki fengi þarna tækifæri en svona þemadagar finnst mér vera svo gott dæmi eitthvað sem vel gert í skólum flott, virkar áhuga nemenda og vinnur með mikið af þessum styrklingum sem að Hermundur talar sko. Mér langar aðeins tíminn flýgur og þetta bara svo áhugavert það svo og þetta koma og tala mjög lengi og margt sko, það hefur náttúrulega verið áhugjefni hjá, ég sé ykkur og það hefur verið áhugjefni hjá mér það notkun hversu mikið við erum að gefa börnunum okkur og sérstaklega strákunum af lyfjum, rítalín og annað vegna ofvirkni og slíkra þátta og því það var nú tekið saman og talað og ég held að Tryggvi hafi verið með á fundunum sem ég var að vitna í áðan upplýsingar þetta og Hermundur hefur líka verið að minnast á þetta að við verðum að gefa töluvert miklu meira af lyfjum og svefnlyfjum og rítalíni vegna ofvirkni og ADHD og allt þetta heldur en nágrannaþjóðirnar sko, hvað segir sko, þetta náttúrulega ekki góð staða hvað getum við gert í þessu? Ég meina, þetta eina af þessu stóru spurningum og við höfum kannski verið að leysa svolítið mikið máli með lyfjagjöf en hvað getum við gert betur í þessu málum, Hermundur? Nei, það þetta sem ég hef rætt svolítið og skrifað pistla líka og að tala við fræðinga sem vinna með mér því að sko í Noregi, ef við skoðum lyfjanotkunina bara ADHD-lyf fyrir 10-14 ára stráka, þá að tala 4,9 til 5%. Á Íslandi sem kannski veit betur það 15% núna, ef ég man rétt, 10-14 ára sem fá ADHD-lyf. Það meira. Það 3 meira. Já. Og þeir normenn hafa miklar áhyggjur af þessu. Og það eru fræðimenn, bæði læknar, heilbrigðisvísindum, félagsfræðingar sem að ræða þessa hluti, það eru prógram í sjónvarpinu, það sem var að diskutera með þessa menn, það ekki bara að loka sig inn og sagt neini, við þurfum að ræða þetta. Án þess að setja einhvern í bás fyrir að segja að mér persónlega finnst ekki við þurfum að taka 3 sinnum meira af ADHD-lyfjum heldur en normenn. Það er bara svo ég horfa á þetta. Ég get ekki skilið það að það hefur verið svo mikið mismunur og svo mikið af okkar samfélagi að við þurfum virkilega að gefa svo mörgum að það sé virkilega þörf á því. Það er svona minn punktur og þess vegna hef ég verið að berjast fyrir því að breyta skipulagi skóladagsins. Þess að þetta hafa hreyfingu alla vikuna í fyrstu 2-3 tímanum, hafa valtíma, stytta kennslustund, ég ætli stytta skólan, ég ætli byrja 7 ára í skóla, gera eitthvað sem getur aðeins verið mótvægi við þetta. Og látum svo þess að krakka sem við meina sér rosalega aktífi, gefum alltaf möguleika fyrst á að prófa að minnka aðeins
þegar þessi eru að sitja kjurir í 1,5 tíma eða langa stundir. Ég ætla bara að segja ykkur eitt dæmi. Það var prófessor í Tromsö sem fikk leyfi, þetta var sem sagt í gaffræðaskóla, 8. og 10. bekk. Hann fikk leyfi til að taka vissa nemendur út sem voru vandræðagemlingar og bauð þeim upp á að fara 2 daga í viku í stað að vera að mæta í skólann, þá fóru að fara á verkstæði eða bóndabæ. Og einhvern þeirrar fóru upp í skólunum þó veitu 2 dögum á bóndabæ og verkstæði í viku. Þannig að þú veist, það er að breyta hugsuninni, breyta skipulega skólatin sem hef ég verið að berjast fyrir og held við áfram og ég held að við þurfum aðeins svona ræði þessi mál allavega saman í stað fyrir að fara í bása. Það er svona mín skoðun á því. Tryggvi, þetta. Já, ég er eiginlega bara sammála öllu sem að Hermundur segir. Ég ætla að ítreka sko, ég kem nú mikilli heilbrigðisstarfsfólks, mikið heilbrigðisstarfsfólk í minni fjölskyldu og við ræðum mikið svona mitt lyfjagjafir og svoleiðis og það er alveg 110% þannig að í gríðarlega mörgum tilfellum er mikil blessun fyrir fjölskyldu að fá rétta greiningu og rétta lyfjagjöf og hjálpar alveg helling. Þannig að vekum hann síðan til umhugsunar að hvað þetta er bæði að aukast gríðarlega hratt á Íslandi. ADHD lyfjagjöf til dæmis á 10-14 ára strákum hefur farið úr 8% 2010 í 15% 2019, hann í 2-földun á 9 árum. Þetta er mesta notkun í Evrópu og meir en 2-falt hærra hlutfall en hjá stelpunum og við erum líka með langhæsta greiningarhlutfall bæði fyrir stelpur og stráka, 27% hærra heldur en næsthæsta ríki sem er Litáen og þessi mynd málar annarkvort þann veruleika að við erum langbest í heiminum í að greina börn og gefa þeim aðstoð og stuðning og bara við skorum algjörlega fram úr því. Ef svo mynd hins vegar væri rétt þá náttúrulega veltum að fyrir sér hvers vegna er þá svona mikill vandi hjá drengjum ef þeir eru svona vel greindir og alltaf fá rétt viðmót. Þannig að þá veltum maður náttúrulega fyrir sér hinni myndinni sem er þetta mögulega bara plástur á einhver hluta þessu plástur á eitthvað sem er bara í rauninni dýpra og meira undirliggjandi vandamál. Ég veit ekki, ég er ekki sérfræðingur þessum efnum og ekki hugmynd. Mér þótti bara áhugavert því að þú skoðar svo kallan talnabrunn landlæknis, þá er þetta mjög vel mælt og þróunin öll og hún er svo rosalega hröð í eina átt. Það er kannski líka, Tryggvi, þegar að þessi þróun og annað, en á sama tíma og það verið að greina og gefa lyfin og allt þetta, þá voru við á stöðunni niðurleið í PISA. Já, til dæmis. Þú veist, svona sem bara þessa breytu, hvernig þetta allt saman tengist og þetta hefur maður bara áhyggjur af þessari þróun. Við höfum náð árangri myndist á drykkju ungmenna, gender equality eða sem sagt jafnréttismál þegar maður fer á erlenda fundi eins og í NATO-þinginu þá tala maður mikið jafnréttismál á Íslandi. Við erum búin að leiða, við erum eitt á listanum í heiminum í 7-8 ár í jafnréttismálum. Ég tala líka þar hvað er mikilvægt að við séum öll að taka þátt í atvinnulífinu og hvað skiptir miklu mála þessi jafnrétti og virkja konur og þetta er bara undir staðan fyrir okkar efnahag og góðu lífskjörum, það er þessi mikla þáttaka og það er sama með Norðurlöndin. Það er þessi hugmyndaheimur og bara hefur rosalega mikið að segja. En það sem mínar áhyggjur núna í þessari samhengi, nú erum við að fara inn í 4. iðnbyltinguna, inn í þessa nýju tækni heim sem að orka og fjarskipti og allt þetta og stýrist allt á 5G og 6G og hvað þetta verður og síðan bara tölvurnar og allt þetta. En þegar við sjáum að í háskólum, Akureyri, það sem ég er búin að fylgjast með fyrir norðan, að þetta er hátt í 80% eru konur sem eru skráðar í háskólan Akureyri og 20% karlmenn. Á Akureyri er 2 háskólamenntaðar konur fyrir 1 háskólamenntaðan karl. Þegar ég skoða þetta fyrir nokkrum árum. Þetta er staða máls. Síðan erum við að fara inn í 4. innbyltinguna sem að við þurfum virkilega á mjög menntu fólki og við ætlum að vera samkeppnisfær og allt þetta. Sko, hvernig mun þetta fara ef við ætlum ekki að nýta allt þetta hugvit og nýta raunverulega að gera sem best við þessa stráka og mest fyrir þá upp á framtíðina. Inn í þennan heim sem er að koma, þannig að þetta er ekki bara, þú veist, öllum líði vel og þetta er líka bara risamál fyrir landið og efnahagslega og bara framtíð landsins að leysa úr þessu
með nákvæmlega sem maður hætti og við gert varandi jafnréttismálin og ýmislegt sem við tekið okkur og verið framarlega í og þess vegna finnst mér þetta verið svo óbúslega stórt og mikilvægt að þessi mál séu tekin að einhverju festu þar sem maður svona fór sjálfur náttúrulega bara pæli í þessu þegar að maður eignast börn í skóla en maður gerði kannski pólitískt var maður aldrei neitt mikið í þessu, maður talaði þetta og svona en fór aldrei í, það verið svo margt í gangi hjá manni í pólitíkinni, maður þarf að velja svolítið hvað maður, en þetta hins vegar bara svona sem maður sér risa máli í þessari mynd. Við getum ekki verið með stóra hluta drengjanna okkar í vanlíðun og annað og við sjáum hóp öryrkja, ungra karlmanna, hvernig hann hefur vaxið og þannig að þetta bara eitt af stæðstu og erfiðustu málum held ég á Íslandi í stóru myndinni sem við sem samfélag þurfum að fara að takast á við. Þannig að þetta og af hverju eins og með háskólan, ef við myndum bara rétt taka það svona þegar og við erum þessi þáttur heitir næstu skref og þá er maður alltaf að spurja hvað er næst? Hvernig ætlum við að tækla þetta? Við höfum oft tekist mjög vel hjá okkur í mörgum stórum málum, en hver verður það næstu skref í þessu að koma sem sagt í háskólana? Ég líka óbúslega áherslu á Íslandi varðandi háskólamenntun. Ég verið mjög iðnmenntun, hún er gríðarlega mikilvæg inn í 4. iðnbyltinguna, rafeindavirkjar og rafvirkjar og allt þetta iðnmenntaða fólk. Hver eru næstu skref? Þú veist, stundum spyr maður stórt, en þetta er alltaf stóra spurningin. Framtíðin, 4. iðnbyltingin og annað. Hver er þá næstu skref í íslensku samfélagi varðandi þetta að leiða þetta fram þannig að við náum ykkur árangri á næstu árum en þess að við erum ekki að fara að ná árangri hérna þar sem að fækkar vinnandi á móti öldruðum og börnum í skóla og allt að fækkar hlutfallslega sem vinna og þannig verður það í framtíðinni þegar við eldumst sem þjóð að við þurfum öllum að halda. Hver eru næstu skref? Tryggvi að þú byrjar. Það frábær punktur, ég er svo ánægður að koma með hann. Núna er ég þeirri forréttindastöðu, ég fæ að vera formaður hugverkaráðs og við að vera formaður hugverkaráðs þá er ég reglulegum samskiptum við framkvæmdastjóra, fjármálastjóra og svona lykilfólk í bara hugverkafyrirtækjum Íslands og það sem er svo gaman að sjá þar og ég Hermundur ræddi daginn að það var rannsókn sem var að sýna að fólk með ADHD getur verið með ákveðin ofurkraft þegar kemur að nýsköpun og þau hugsa öðruvísi. Og eitt af því sem að einkenna ADHD er að þú átt svona auðveldara með að fara hratt á milli margra uppspretna sem getur þýtt að þú átt auðveldara með kannski að tengja saman hluti sem að aðrir myndu ekki geta tengt saman og þetta er náttúrulega rosalega verðmætur eiginleiki í nýsköpun og það er þekkt í þessum geira að til dæmis þeir sem eru það sem er kallað founderar eða þeir sem að hefja fyrirtæki, það er allt öðruvísi típur heldur en þeir sem þurfa að reka fyrirtæki og það er oft það þekktir einstaklingar sem eru svona serial founders, þeir sem að bara fá rosa góðar hugmyndir, koma fyrirtækjum að stað, ná í mikið hæfileika fólki, búa til protótípur, svo að þetta komið, þá er oft betra að fá inn öðruvísi tegundir af fólki sem eru öðruvísi hæfileika til þess að reka fyrirtæki og stöðuleika allt og þá fara oft þessir rað frumkvöðlar og stofna nýtt fyrirtæki. Þetta er ótrúlega mikilvægt fólk fyrir hagkerfið og nú er bara nýkomin út gögn, Samtök iðnaðarins voru að gefa út gögn með þetta bara í vikunni, að 4. stoðin í íslensku hagkerfi er orðin hugverkaiðnaður. Þetta er orðið þriðja hæsta stoðin þegar kemur að gjaldeyristekjum þjóðarinnar, hún óx í gjaldeyristekjum á milli 2018 til 2019 held ég 37% ef maður rétt. Það er rosa mikið vöxtur í þessu, þetta er sú stoð sem ég er í, það er rosa mikið nýjum flottum fyrirtækjum að koma inn og þarna myndi ég segja að strákar og stúlkur með ADHD til dæmis eru mögulega með ákveðið samkennisforskot og ákveðin ofurkraftur. Og þarna hugsa ég til dæmis oft, ef við lyfjum alla sem eru með ADHD svo þeir geti passað inn í ákveðið form af lærdómi sem er að sitja kyrr og einbeita sér við eitt atriði einu svona, erum við þá kannski lyfja í burtu ákveðna frumkvöðla eða erum við að minnka getuna þeirra sem er hægt að virka á rosalega öflugan hátt inn í þessa nýju stoð sem eru rosalega mikilvæg fyrir hagkerfi Íslands. Þannig að hugverkastóðin til dæmis er eina stóðin sem er sveiflujafnari gegn auðlindasveiflum sem allar hinar stóðunar okkar eru, þetta eru auðlindastóðir. Hugvitstóðin er eina stóðin sem er ekki, hún er eina stóðin líka sem hefur skalanleika upp á 1000-földum sem að þetta er bara rosalega mikilvæg stóð til að byggja upp á Íslandi. Og þarna velti ég mikið fyrir mér, ég ræði mikið við kennar og svona, hvernig er menntakerfi að undirbúa börnin okkar, stelpur og stráka, með tilliti til skapandi hugsunar og að tengja sama flókna punkta
og að búa til svona, hvað rétt að spurningin að spurja í þessari áskorun. Það tala sko 60% starfana sem börnin okkar munu vinna við ekki búið að finna upp í dag. Þannig að menntakerfið mun alltaf bara vera gíski ákveðna eyður. Menntakerfið eins og við strúktúrna það, það mögulega að drepa niður ákveðna lykileiðileika sem við munum þurfa til þess að geta verið í samkeppnishæfu hagkerfi til framtíðar. Mér finnst rosa gaman að pæla í þessu og mikið af áhugaverðustu frumkvöðlum sem ég hef hitt eru karlmenn sem flosnuðu upp úr námi og voru bara í algjöru veseni með þar og svo bara föttuður, ég alltaf að fá brjálaðar hugmyndir og ef ég fer hérna og stofna bara mitt eigi fyrirtæki þá get ég unnið bara eftir mínu reglum og þetta oft aðalega sem að eins og Elon Musk var nú bara að tala um þetta nýlega, hann að þetta oft verðmætustu aðalinnar þegar kemur að búa til nýjar hugmyndir og taka í rauninni framtíðina áfram. Þannig að ég held við þurfum að horfa á þetta, við mögum ekki ómikið setja fólk bara í eitt þröngan ráð. Já, og það kannski líka Hermundur, aðra þú tekur, eins og með þetta nóttinni maður svona lesi eins og með lesblindu, það fólk sem að hugsa líka öðruvísi. Það tengir eins og Tryggvi segir punktana öðruvísi, það sér hluti öðruvísi fyrir sér og kemur oft með mjög það bara annars konar hugsun. Og þú nátt bent á kannski með hvernig heilinu okkur þroskast með mismunandi hætti á fyrstum árum ef þú getur rétt svona að koma inn í það með þessu það sem við erum að ræða hér bara hvað við erum ólík lífeðlisfræðilega og hvernig þegar við erum fyrstu árin og þegar heilin að tengjast og allir þræðirnir og raunverulega skapa þessa frjálsu hugsun sem við höfum í heila búinu og allt það. Hvað segir þetta? Já, það algjörlega það sem að við sjáum meira og meira núna í sambandi við þessu heila þróun, það það sem við köllum sérhæfing og það sem kallast plasticity sem ég hef ekki orð á íslensku, það að segja að þú hafi möguleika á að breyta og setja saman. Þannig að öll færni og þekking þarfnast sérhæfðrar þjálfunar og reynslu. Þannig að þetta sérhæfða nám og svo reynsla sem þú færði í gegnum að prófa það út, eins og við erum að tala um á Tryggvi var að nefna það að það sem við lærum að fá að nota þetta hands-on gífurlega mikilvægt og þess vegna gætum að hugsa sér eins og við einn af þessu lyklum hjá okkur í þessu nýja prógramm sem köllum Kveikju neistann ástríðutíminn. Að þar fái nemendur frá fyrsta bekk að velja þema sem þú áhuga að vinna með. Og það akkurat þess að Tryggvi var að segja kannski í staðinn fyrir að byrja í háskólaaldri með nýsköpun að byrja miklu fyrr og skapa möguleika og að byrja fljótt að vinna með ákveðin verkefni. Þá getur þessi fangað áhuga þeir sem eru kannski eins og svo oft vandræðagemlingar eða að við náum þeim inn í frjóa hugsun sem ég held svo opbóðslega mikilvægt en þess að ég hef verið að berjast fyrir til þess að komast þangað. Þá þurfum við að geta unni með og kunna þessar grunnleggjandi færni, svo nokkurn veginn, þannig að þú nærð læsi, þú kunni grundvöllin í stærðfræði og kunni grundvöllin í náttúrufræði. Þetta svona lykil, allavega með að PISA þetta svona lykla sem við verðum að nokkurn veginn. Síðan, ef við vinnum markviss með þessu fög, pluss hreyfinguna náttúrulega líka þetta félagsfærni og þættir sem koma því að efla okkur sem einstaklinga, sem við kallum hugafarið, að þá koma með sköpunna, frá basic to applied, frá grunnfærni til að beitinni á ólíkan hátt. Og þangað verður að komast, meina ég, með skólakerfi líka. En svona rétt í lokin, við erum búin að tala lengi og erum að nálgast 70 mínútur. Hermundur, varðandi, það sem við komum kannski inn á það, varðandi bara fjórðu iðnbyltinguna og svo ótrúlega breytingar og eins og Tryggvi var að benda á, það verða ótrúlega breytingar. Á síðustu 30 árum, þá hefur fækkað í fiskvinnslunni í landinu úr 9.600 í 2.900, 6.700 manns, bara eins og ég benda á, ég meina, þar hefur kannski verið helsta dæmið það sem við fórum mjög snemma inn í fjórðu iðnbyltinguna og þróunum verið gríðarlega hröð í sjávarútveginum. Og öll framleiðni og hvað hefur gerst þar, mikið að tæknimenntuðu störfum komið þar inn og nú erum við raunverulega að taka svolítið mörg önnur svið og ég held að þetta COVID sé aldeilis að ýta undir þá þróun að við erum að fara í mjög hratt inn í mikla breytingar. Hvernig eigum við þá að passa, eða eins og ég sagði kannski á það, þetta ofboðslega stórt og mikið mál að við pössum upp á þennan
allt þetta hugvit og mannauð sem við eigum í svo fólki sem eru við skilgreint sem sagt í kerfinu eitthvað sem eitthvað vandamál eða vera að takast á, en það lykilatriði að það muni nýtast vel í samfélaginu í stóru myndin á næstu árum þegar við förum inn í 4. iðnbyltinguna. Þannig að það er eitthvað sem við þurfum að, eins og Tryggvi að benda, við erum að niður leið í ýmsu og þið hafa verið að benda báðir á, PISA og meiri lyfjagjöf og allt þetta. Þannig að næstu skrefin, ég meina, við myndum taka lokaorðið núna, fyrst þú Hermundur og síðan bara Tryggvi og svo fyrir að segja þetta gott í dag. Hermundur. Já, það er líkilega atriði í þessu sem líka ofboðslega erfitt. Það að geta sko tekist á við hvern einstakling eins og hann eins og ég kannski svara ekki nógu vel á hann, en öll eru við einstök. Okkar taugakerfi byggist upp á þeirri reynslu og áreiti sem við fáum pluss þess að við höfum ákveðið genetík, ákveðina erfðir með okkur, en allt sem við lærum að nám og ferni og þekkingu spurningu hvaða áreiti og þekkingu við höfum verið. Hverja umgangust við, bæði í sambandi við foreldra, ömmur og afa, fólk sem við hittum á lífsleiðinni, bæði leikskólakennara og kennara. Þetta eru allt fólk sem er mikil áhrif okkur hvern og einn. Það sem við þurfum að gera, við þurfum að finna hver og einn stendur og reyna að finna styrkleikana og áhugasviðin. Og sem ég þetta sem ég unni mikið með síðustu árin þessi köllum ástríða, þrautseigja og gróskuhugafar. Og sem mér finnst það að finna ástríðuna, sterka áhuga á hverjum einstaklings og þá þarf að vita hvað í boði. Þannig að við þurfum að kynna fyrir krökkum og helst eins fljótt að við getum mismunandi möguleika. Það þurfa að gera eiginlega oft til þess að þau sjáu hvar þau geta lagt inn þyngdina sínum, þetta fannst mér áhugavert. Og svo þurfa að þróa það sem þau fá áhuga á. Og ég hef sagt það þegar fólk spyrir, akkur er gróft mindset að gróskuhugafar með þess? Gróskuhugafar trúa því að hver einstaklingur geti bætt sig út frá sínum eins og hann er. Og það lykillinn, þá gegnum sér öll heimili, þá gegnum sér alla skóla, alla þá starfsemi sem við erum með. Og það þýðir það að þú sem einstaklingur getur bætt þig, en þú þarft að vinna með það, þú þarft að fá réttar áskoranir og eftirfylgni. Það einhver að fylgja því eftir og það segju oft mentori lykilhlutverki. Það getur verið ekki foreldrinn, kennari, amma og afi eða þessi þjálfari sem við höfum. Glæsilegt. Tryggvi, eitthvað að lokum? Já, náttúrulega miklu betra fólk en ég til að finna lausnir á þessu. Ég er ekki menntaður í þessum efnum og svona. Mér finnst punktarnir hans Hermundar hljóma mjög vel og kannski ef maður reynir að enda þetta á jákvæðum nótum að þá mælast íslensk börn einna hæst í OECD í growth mindset sem náttúrulega eitt af jákvæða sem kemur út úr PISA-könnunum. Mér finnst þess að 2 ef ekki 3 hlutir liggja fyrir alveg borðleggjandi. Eitt við þurfum að rannsaka þetta betur sem samfélag. Það þarf að skilja betur af hverju vandi drengja svona mikill og gera það bara skipulega og fá kennarana og foreldra og sérfræðinga með í það. 2 finnst mér að við að hækka laun kennara og efla virðingu stéttarinnar og gefa þeim betra rými til þess að takast á þetta og takla þetta og ég veit að það er fullt af efnilegum flottum kennurum sem eru að vinna mikið af áhugaverðum hlutum og sem að gera góða hluti og það því miður svolítið oft kannski bara í einrúmi eða svoleiðis en í vaxandi mæli ég að heyra sögur af skólum og bekkjum og kennurum sem eru að gera mjög góða hluti. Það eru til dæmis 2 kennarar í Vestmannum sem eru búin að vera að búa til lesefni og svona sem meira áhugadrifnara og byrjuðu að vinna með Harry Potter og hafa verið að vinna með knattspyrnu og svo framvegis, þannig að það er alveg margt gott að gerast. Og þriðja atriði kannski bara eins og Hermundur byrjaði á að vekja meiri samfélagsumræðu þetta. Kennarar get ekki kent bara foreldrum foreldrar get ekki bara kent kennurum börnin sjálf og drengin náttúrulega bera líka ábyrgð, sveitafélögin og ríkið, það þurfa allir að horfa bara í sinn barm og bara hvað get ég lagt að mörkum minna og hvernig vinnum við þetta saman. Þannig ég held að svona einhver sambland af þessu 3 svona eðlileg fyrstu skref í að hjálpa okkur á stað í þessu. Já, það frábær lokaorð og það greinilegt að ástríðan mikið fyrir málinu hjá okkur og það kannski ástríð áhugakvöt og bara að foreldrar jafnvel komi meira málum heldur en við kannski hlutir að vera að þróast af undanförnum árum hjá okkur að foreldrar fara að taka
ennþá meira til sín, þessi mál. En bara kæra þakki fyrir þetta voru frábær umræða og og hún verður ekki kláruð einu stuttu þætti, bara kæra þakki fyrir komuna og við heyrum síðar. Bless.